Þá var að komið að pólitíkinni, Arnar Þór Jónsson, lögfræðingur, fyrrum varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, fyrrum héraðsdómari, fyrrum háskólakennari, hann búinn að stofna nýjan flokk, eða ekki? Jú, ég búinn að því. Já. Og hvað... Ég bað engan leyfi til þess. Nei. Ég sendi ekkert bréfi til Sjálfstæðisflokksins eða annara. Þú varst búinn að ganga úr þeim flokki? Já, já. Þannig að þú varst frjálsmaður, en þú varst samt í þeim flokki og þar varst að reyna að ná fram einhverju. Og svo ræddur við miðflokkin, sjá hvort það væri eitthvað samband þar. Þannig að þú leitaði fyrir þér, hvort að kraftum þínum væri betur varið innan flokka eða stofna nýjan. Já, sko, ég vil segja þetta að í fyrsta lagi, ég hef sagt frá því að ég reyndi að hafa áhrif innan Sjálfstæðisflokksins og reyndi að beygja stefnuna, ég átt til einhvers sem ég kallaði þá bara nær þessi klassísku sjálfstæðistefnu, en ég áttaði mig á því að það ekki hægt að hafa áhrif sko, innan Sjálfstæðisflokksins úr grasrótinu upp. Ákvörðunarvaldi kemur ofanfrá og neðan og kannski á það við flesta núverandi flokka. Margir lögðu síðan til við mig og það var raunar þrýst mjög fast á mig að ég myndi kanna þetta með miðflokkin og ég vil segja það hér í svona ljósi fréttaflutning síðustu daga sem að alls konar hlutum hefur verið hent á loft að ég gerði engar kröfur gagnvart miðflokknum eitt eða neitt, ekki sem sagt neina formennsku eða varaformennsku eða ég hugði ekki á neina yfirtöku og ég gerði engar launakröfur og oddvitasæti. Sko, ég gerði ekki einu sinni kröfur oddvitasæti. Þetta voru bara svona samtölum það hvar við værum mögulega á sömu blaðsíðu og hugmyndir sem að ég var beðin sem að aðstofamaður minn sett á blað og birti en við fengum aldrei boltan tilbaka og þannig að þetta á endanum rann út í sandinu og mjög vond meðferð á mínum tíma, ég menn þetta voru margir mánuðir. Sem sagt... Má segja að þetta hafi endað á því að það er gamalt frasi sem segir erindi sem hefur svarað til dæmis með því að svara þeim ekki. Þannig að það var eiginlega viðbröðin sem þú férst frá miðflokknum. Já, í rauninni. En ég vil samt segja að þetta voru bara svona vinsamlegar viðræður og bara gott að hitta þessa menn að máli og ekkert að því. Þannig að ég veit ekki hvaða svona hvaðan þessi fréttaflutningur allur kemur og en þetta er fortíð sem að og ég sem sagt vil segja og ég hef sagt það að eitt af því sem kom fram í viðræðunum að miðflokkurinn vill vera áfram miðflokkur og ég hef ákveðnar hugmyndur það hvernig það megi gera hlutina. Ég tel að það sé ákveðin kýli í íslenskum stjórnmálum og íslensku þjóðlífi sem að megi stinga á og ræða sem að ég ekki viss að núverandi stjórnmálaflokkar sko treysti sér beint til þess að gera. Og þeir eru vissulega partur af sko kerfi sem að orðið svo illa samgróið. Maður heyrt það með fólk sem að fer í marga uppskurði, það verða alls konar samgróningar í kjölfarið og það eru samgróningar á Íslandi milli ríkisvalds og stjórnmálaflokka og háskóla og fjölmiðla og það er ekki gott að fara inn í þetta og reyna að greina þræðina því þeir eru svo samvaxnir. Og þetta heitir á góðu tungumáli, þetta vottur alls konar spillingu og býður upp á spillingu. Það er óheilbrigt. Það sé eitthvað svona valdastétt sem þarna og stýrir Íslandi og svo kemst fólk þangað upp en þá það fyrst og fremst að gæta hagsmuni þessara valdastéttar en ekki almennings. Já, ég held að það eigi við alla flokka. Ég held að eigi við alla flokka og bara þú getur svona, ég var nú aldrei svo frægur, ég er ekki það menntaður, ég hef gengið í stjórnmálaskóla en þeir eru víst starfræktir á vegum einhverja stjórnmálaflokka. Ég held að þú mentist nú ekki mikið í þessum Nei, sennilega ekki, maður afmentist. Mikið drukkið og svona stemming. Já, en manni kannski kennt hvernig maður á að tala og hver sé leiðin til pólitísks frama og mér sýnist að hún kunni að liggja, beinasta leiðin liggur sko eftir þeim brautum að hlýða og taka línuna eins og hún liggur og ég var að tala við eitt svona ágætan sjálfstæðismann sem miklu svona
kannski hlýðnari en ég segi svona við hann, ég held ég hef aldrei sagt neitt ljótt Sjálfstæðisflokkinn, hann sagði nei, ég held að það sé rétt hjá þú sagðir aldrei neitt ljótt, en þú sagði bara ekki það sem þú áttir að segja. Það línan liggur einhvers staðar, allir vita hvar hún liggur og menn hafa gagnrýnt mig líka fyrir það, segja nú ertu að stofna stjórnmálaflokk, ég meina það er orðnir allt og margir flokkar á Íslandi. Ég sagði við manni í gær, býtu tími fjórflokksins, hann er liðinn og það eru mörg ár síðan að það var til allt annað landslag í íslensku stjórnmálum. Mér telst til að flokkarnir séu 9 og þá sennilega 10 með þessum flokki mínum, 10 og ég er ekki viss að meðan á fjórflokkurum var á hét að þá ástandi verið endilega mjög heilbrigt heldur í íslensku stjórnmálum því að línan var lögðum eins og þú ert að lýsa henni að menn fetuðu eftir flokksaganum og skáruðu sig ekki mikið frá og nú samt svona stundum gekk á ýmsu að menn voru að reyna að breyta flokkonum og sveigja þá til og við þekkjum dæmi þar sem að flokkar breyttum stefnu, við getum tekið heimreiðaklíkuna sem að náði að sveigja Sjálfstæðisflokkinn inn á braut nýfrjálshyggju. Við þekkjum úr vinstrinu að þegar að flokkarnir fóru mikið til hægri að þá flúðu vinstri fólkið og stofnaði nýja flokka og við þekkjum svona ýmis dæmi þess að það var tekist á í flokkunum en ég held að sé rétt sem þú segir núna, ég held að flokkunum hafi aldrei verið mikið stýrt að ofan eins og er núna og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Já, ég sé fyrir mér að það gæti verið bara heilbrigt í sjálfu sér að í þessu litrófi stjórnmálana því að allir eru að tala um að við þurfum meiri fjölbreytileika fjölbreytileikin hlýtur að eiga rétt á sér á vettvangi stjórnmálana eins og annars staðar að það væri heilbrigðara ástand að flokkar sem skilgreina sig til hægri eða til vinstri myndi blokkir og vinni saman heldur en að vera við það í því umhverfi sem við erum í núna þar sem allt er í einu hræri graut og það er í rauninni daglega verið að fremja svik við kjósendur þessara flokka með málamiðlunum geysilega mikilvæg mál og þetta verður enda til dæmis í því að ríkissjóður er rekið núna með viðvarandi mjög alvarlegum halla og þrátt fyrir eignasölu, þannig að við tekjum eignasölunni í burtu þá er líklega 100 milljarða halli á ríkissjóði þessu ári, næsta ári er ágært. Og nú er aðal áherslan að selja Íslandsbanka og fá þá einhvern pening í kassan sem verður þá hægt að eyða er það ekki fyrir kosningar. Bara kasta á málið. Já, þannig að það er alls konar freistnivandi þarna sem að verið að búa til og við sjáum það núna Gunnar Smári í kortunum að Áslaug Arna sem að tjáði sig núna held ég að yfir í síðustu viku hvað hún segi fyrir sér að loknum kosningum þá talaði hún í rauninni sama mynstur, það er að segja að hún sér fyrir sér núna stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Samfylkingar sem að þýðir aftur áframhaldandi málamiðlunar stjórnmál þar sem að allar línur þurrkast út og þetta í rauninni verður þá bara svona einhver útgáfa af hreinræktaðri valdapólitík einhvers konar þar sem að menn vilja bara fá ráðherrastóla og sitja í þeim. En þú talar þetta samgróning í íslenskri pólitík og þá er náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn er þar bara innsta megin. Miðflokkurinn, að þú segir allir flokkar á þingi séu litar að þessu og miðflokkurinn náttúrulega að hluta til klopningur út úr Framsóknarflokknum sem er hluta fjórflokknum og svo eiginlega hefur að þróast út í það að vera hálfgerður klopningur út úr Sjálfstæðisflokknum þannig að hann sækir þangað mikið af forystusveitinni hefur verið í Sjálfstæðisflokknum áður og en svo kemur þú með þinn flokk sem er þá ekki fortíð að þessu leyti. Það er einn munur á þessu flokkum. En ef að segjum að þetta sé svona, hvað myndum við segja, er þetta íhaldssama hægrið? Ég meina Viðreisn er hægri flokkur en hann er svona ekki alveg að þessara tegundar. Er þetta þá þannig að við erum með Sjálfstæðisflokkinn, til hægri við hann erum við Miðflokkinn og til hægri við hann erum við með flokkið þinn, Lýðræðisflokkinn? Já, ég hef lýst þessu þannig að það er átt sér stað hliðrun í íslenskri pólitík. Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosið að víkja sér undan sínu sögulega hlutverki
og í rauninni orðin einhvers konar sósíaldemókratísku flokkur sem að... Þetta ekki mín upplifun sko, ég held að sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri hafi verið svona kristilegu demókrataflokkur sem að viðurkenndi velferðaríkið og að sömuleyti beygði sig bara undir hugmyndarlegan sigur sósíalismans á eftirstríðsárunum með uppreisn einræðaklíkunar og tilfærslu yfir í nýfrjálshyggjuna, að þá finnst mér sko sjálfstæðisflokkurinn hafa farið til hægri og dregið raunverulega allt litrófið með sér. Samfylking Kristrúnar Frostadóttur, ef þú berð hana til það sama við Alþýðuflokki 1956 eða eitthvað svoleiðis, að þá ég held að myndu bara allir taka andköf ef að kæmi ykkur fram með stefnu Alþýðuflokksins 1956 og myndu kalla það bara argasta kommunisma eða kæmi með þeim í samfylkinguna, þannig að samfylkingin kannski miklu líkari bara sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já, það getur verið, en ég hef skoðað... Við horfum á þetta frá sikkurðu sjónarhorninu. Ég horfi á stjórnmálin færast í bara hraðlest til hægri, en þú horfir á það sem hraðlest til vinstri. Já, ég hef borið saman ræður Bjarna Benediktsson eldri og ræður Bjarna Benediktsson yngri, og ég hef borið saman ræður svona eldri formanna, Jóns Þorlákssonar og Ólafs Thors og svona, og það sem að ég sé út úr þessu að í svona stórum dráttum að á fyrri tíð töluðu menn út frá gildismati sem að ekki var svona gegnsýrt af peningahyggju og ég held sér rétt hjá þér að það eitthvað til í því sem hún segir að það veri kristilegu demókrataflokkur því að maður sér svona áherslur í átt til þess að við viljum varðveita íslenskt tungumál, varðveita kristins sið og þá siðmenningu sem hér hefur byggst upp, varðveita íslenska menningu og þetta mjög sterkur þráður í öllum þessum ræðum, gömlu ræðum. Það sem að ég hef lesið út úr ræðum Bjarna alveg geysilega mikil áhersla á efnahagsmál, á vexti, á stöðu ríkissjóðs og allt þetta. Þannig að ég tel að sjálfstæðisflokkurinn hafi farið út af sporinu í því að verða svona ofboðslega fixeraður á efnahagsmál. En vanrækt það sem að við getum kallað þennan svona, já, við getum kallað hann íhaldsþráð, en líka fólk sem með mér í þessari stofnun ekki bara íhaldsmenn, það líka frjálshyggjumenn sem að telja að sjálfstæðisflokkurinn hafi algjörlega farið út af sporinu hvað það varðar í samstarfinu við VG með því að þenja svona út ríkið, með því að hækka skattana, með því að siga eftirlitsstofnunum á fyrirtæki og einstaklinga, að þá hafi svona þessi frjálshyggja, við skulum kalla það hér, og leið frjálslindi, klassískt frjálslindi látið undan síga og íhaldsþráðurinn, þannig að í rauninni sé lítið eftir af kjarna sjálfstæðisflokksins, hugmyndafræðilegum kjarna, annað en kannski þessi fókus á það að ræða peninga. Og ég ekki upptekinn af peningum. Ég væri ekki á þessari vegferð ef að peninga væru mitt aðal áhugamál. Ég í þessa hugsjón. Með mér í þessu er hugsjónafólk. Ég held að það sé það sem vantar í íslensk stjórnmál. Það fólk sem vill af hugsjón leggja sér fram og ekki að hugsa þetta því að það vantar vinnu eða haldi það sér þægilegt að vera inn á þinginu, vilji fara til útlandis og fínt fólk og eitthvað svona. Við erum með svo mikla perlu í höndunum sem Íslandi og íslenskt samfélag að við þurfum að reyna að verja þetta með einhverju móti og við viljum leggja okkar á mörkum á þessum grunni sem vissulega, já, íhaldsstefna. Við viljum verja það besta sem við höfum fundið fyrir því versta sem við höfum séð. Við viljum halda í heiðri þessu klassíska frjálslyndu málsfrelsi, það að átta okkur á því að við höfum ekki höndlað allan sannleikann, það að leyfa öðrum að komast að borðinu með sína rödd og við viljum verja þessi borgaralegu mannréttindi sem að stjórnarskráin okkar mæli fyrir Og sem að þér finnst sjálfstæðisflokkurinn ekki gera? Sko nei, þeir hafa ekki gert það í nægilega miklu mæli og við höfum séð það til dæmis gerast að forsætisráðherra hefur
ítrekað, allavega fyrri forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir gælt við hugmyndir hér hvað kallaði hann þetta, varandi tjáningafrelsi, einhvers konar eftirlitsnefnd undir merkjum, hvað heitir þetta, hatursorðræðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt þátt í því að hafa hér á fóðrum dýranefnd sem heitir fjölmiðlanefnd, það sem að hefur að mínu viti verið grafið undan tjáningafrelsi fremur en hitt og ég er bara mjög ósáttur við það hvernig að þessu hefur verið staðið og ég hef alveg gert fólki það heyrin kunnugt. En ef við förum yfir þróun eða hnignun Sjálfstæðisflokksins, ef við förum til Bjarna Benediktssonar eldri að þá var þetta íhaldssamur þjóðurnis sinnaður hægri flokkur. Síðan kemur nýfrjálshyggjan og hann tekur hana upp og nú erum við komin í eitthvað annað þar sem að nýfrjálshyggjan yfirgefin í algjöra varðstöðu hagsmuni hinna ríku sem að ég hefði náttúrulega líta á að væri bara að stefna nýfrjálshyggjunar. Það er eiginlega, þetta er gaggbylting hinna ríku sem er og þannig Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri. Þú getur verið í Sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já. Algjörlega. Og eitthvað svona fram eftir. En þessi flokkur sem er í dag, hann er ekki við þetta við. Nei, alls ekki. Ég las einhvern tíma bók sem heitir Revolt of the Elites og þar verið að fjalla það að í raun og veru horfum við núna upp á landslag í stjórnmálunum þar sem að hinn er ofurríku og hinn er ofur valdamiklu hafa í rauninni tekið stjórnmálaflokkana kverkataki og fjölmiðlana kverkataki. Byltingar í klassískum skilningi hafa náttúrulega komið úr grasrótin. Við þekkjum þetta bara frá Frakklandi, Bandaríkjunum og víðar. Það sem að í rauninni yfirstéttin er bara rutt út og hún er fangelsuð og hún var farið alveg auðvitað hræðilega með margaðir og hálsögnir og skotnir og svo framvegis. Ég er ekki að mæla því neina bót. Eins og yfirstéttin hefur yfirlega gert við lágstéttina. Já, og svo núna séum við þá að horfa upp á það að þessi gaggbylting að eiga sér stað. Hún er að vísu svolítið hljóðlát og hún dylst mörgum en valdastofnanir samfélagsins, hvort sem það heita stjórnmálaflokkar, fjölmiðlar, embættismannakerfið og hvar það er, að það sé í rauninni yfirtekið af þeim sem að hafa fjárhagslegt og pólitískt vald í sínum höndum, hafa komist yfir það með ýmsum leiðum, meðal annars með massífum áróðri og ég hef miklar áhyggjur af þeirri þróun og ég vil ekki sjá það gerast. Ég er nú málsvari lýðræðis og tjáningafrelsis og ég vil að hinna vinnandi stéttir þar með þeir sem er að reka lítil fyrirtæki á Íslandi átti sig á því hvað er að gerast og skattpíningunni og öllu því sem er á ferðin og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eins og því miður allir aðra stjórnmálaflokkar í Íslandi brugðist vinnandi fólki í því að koma á fót hér þessari ofboðslegu skattvæðingu og þessu ótrúlega plássfreka opinbera kerfi sem soga til sín fólk og fjármagn. Það sem er enginni eins og síðustu áratuga er það að það hefur verið lækkaðir skattar á fjármagn og fyrirtæki og sérstaklega á allra ríkustu fjármagnseigendurnir og allra stærstu eigendur, allra stærstu fyrirtækina að þeir hafa það miklu betur í dag, borga miklu lægri skatt núna heldur fyrir 30 árum. Það eru kannski miðlungsfyrirtæki og minni fyrirtæki sem að borga miklu meira meðan þess út af tryggingagjaldi og einhverju fleiru og svo bara allur almenningur sem að borga miklu meira. Já, og það sem að ég get ekki mótmælt þessu og ég hef talað við fólk úr öllum stjöttum núna síðustu að þetta eru orðnir svo margir mánuðir síðan ég lagði af stað þetta forsetaframboð og að ég skynja það að það er alveg til fólk á Íslandi sem líður alls ekki illa í því umhverfi sem við erum í. Það er til fólk sem hefur það sem betur fyrir mjög gott en þeir sem að bera sig mjög illa eru þeir sem að eru atvinnulausir, öryrkjar, það hringdi hún einn í mig í gær, það bara var grátandi í síman. Fólk er allstaðar að bugast í íslensku samfélagi. Ég heyri þetta bara daglega. Það bærist upp tekjustigan, við sáum það í könnunum að það sem var kannski fyrir 2-3 árum var 15 sem að sagðist ekki sjá ná endur saman, að nú er það komið yfir 40% og við erum að fara inn að nálgast það sem að var í hruninu. Já. Sem að ég held að talan hafi farið upp í 47%. Við erum bara komið nálægt því.
einmitt, og þú veist, og ef þú tala við fólk, bara, ég var tala við kona minni við bara kvöldverðarborðið í gær, hún var að segja mér hún hefði hitt 2 fullorðna einstaklinga sem hefði verið að gráta bara í fundarherbygginu og ég var að segja henni að ég hefði upplifað þetta sama þennan dag og þetta er eitthvað sem ég held að við eigum að hafa áhyggjur af. Ég held að stjórnmálamennirnir okkar séu í einhverju loftbólu. Þeir séu í rauninni í sínum ráðherrabílum og sínum ráðherraskrifstofum ekki í nægilega góðum tengslum við það sem er að gerast. Og þú nefnir þá sem eru ríkastir. Ef þú hlustar á það hvernig til dæmis er talað á stað sem að má víst ekki nefna í pólitískri orðræðu, fólk segir við maður má ekki segja þetta. Ég ætla samt að segja þetta. Í Davos. Það er bara staðreynd að stjórnmálamenn og ríkasta fólk heimst hittist í Davos, það vita allir. En það má ekki segja þetta af einhverjum ástæðum og viðkvæmt og eitthvað svona. En það sem að orðalagi sem er notað þar er public-private partnership. Og það sem við erum að horfa á er þá ekki í raun og veru alvöru frumkvölar, svona entrepreneurs í klassískum skilningi, heldur er þetta political entrepreneurs sem eru veittur aðgangur að opinberum sjóðum og margt í því sem að gerir hina ríkustu ríkari er fólkið í því að þeim er veittur aðgangur að skattpeningum fólks. Við sáum þetta gerast í COVID-inu, það sem að sumir eruðu alveg ofsalega ríkir á að selja ríkinu tiltekna vörur eða lyf og milljarðar eruðu til í vössum fyrirtækja sem höfðu þennan aðgang, public-private partnerships. Þarna þurfum við að hafa áhyggjur. Auðvitað er það þannig á Íslandi, allir vita sem hafa augu til að sjá að það er til svo mikil spilling, þetta heitir bara spilling, þetta heitir, sumir kallar þetta einkavinamæðingu og maður kallar þetta ýmsum nöfnum, en eins og bara, tökum bara dæmi, við starfrækjum eitthvað, það er eitthvað nefnd, það er Grindavíkurnemnd sem af einhverjum búrókrötum eða vinum þessara flokka sem sitja í og fá mörg 100.000, kannski jafnvel 2 milljónir fyrir að sitja í þessa nefnd tæplega á mánuði fyrir að hafa með höndum eftirlit til dæmis með því hverjir fara inn í Grindavík, hverjir ekki. Við erum með borgarlínu hér, fólk á launum við að undirbúa þetta glórulösa bull sem að borgarlínan er. Þar hafa streymt út tugir ef ekki 100 milljóna nú þegar í verkefni sem kannski verður aldrei að raunveruleika og á ekki að verða raunveruleika. Við erum alls konar nefndir út allan bæ. Þetta eru bitlingar auðvitað. Og það er að veita fólki aðgengi að þessu og síðan náttúrulega eins og verðum með ekki gleyma því samningarnir sem að ríki er að gera við stórfyrirtæki víðsvegar bæinn. En Eldar, þú lýsar svona þróun í samfélagi sem er einhvern veginn þannig að okkur eða foreldrum okkar og af tókst að búa til almannavald sem að gat hlutast til það hvert samfélag okkar var að þróast. Þau byggðu upp velferðaríki og reyna að byggja upp svona almenna hagsæld og almenna verðferð og það var svona samkomulag í samfélaginu að þetta væri markmið, að reisa upp þá sem að voru veikir, þannig allir hefðu frelsi í sínu lífi til þess að verða það sem þeir vildu. Auðvaldi sætti sig ekki við þetta, vegna þess að þetta þýddi náttúrulega að það var stilt upp almannavaldi gegn auðvaldinu og það hægt og bítandi náði völdum yfir stjórnmálaflokkunum, náði völdum yfir fjölmiðlum, kæfði svolítið háskólana og eitthvað fleira, þannig að það verður að svona eintóna talum að það sé einhver ein leið sem á að ríkja og smátt að næra auðvaldi tökunum yfir ríkisvaldinu. Ríkisvaldi, allt sem ríkisvaldi gerir er ekki til þess að bæta almannahag, heldur til þess að styrkja hina allra ríkustu, eins og þú ert að tala þegar þú veist að nefninda þá er bara rétt hjá er hús sem einhver verktaki á sem að skatturinn leigir af. Ég held ég að við reiknaði á síðan tíma að eigandi fær andvirði húsins á 8 ára fresti til sín í gegnum leigu tekjurnar. Þannig það er bara, og við sjáum það í fjármálatíð Bjarna Benediktssonar að til dæmis að fyrirtæki geta sótt sér þar svona þróunar og nýsköpunar
nýsköpunarstyrki og þetta er komið út úr öllu út fyrir allan þjóðaborg sko, það eru 17 milljarðar eitthvað sem að renna þarna út og OECD segir heyrðu byrja allir ekki hafa neitt eftirlit með þessu og það bara vaða allir í og þá er þetta annars að komið með það sem ég vil stundu kalla bara alræði auðvaldsins að það bara allt í samfélaginu er bara miðað þörfu þess og hinn almenni maður og smærri fyrirtæki og fleira eru eiginlega valdarus í samfélaginu eða þá að vera komin í það sem er kallað þjófræði að það sé komin bara einhver bara stemming í samfélaginu að bara komast og reyna að ná sem mestu af skattfínu bara til sín og þú segir að þetta er ekki entrepreneur svona á gamla skólanum, þetta er bara lið sem ætlar bara að sækja peninga til sín úr almannasjóðum, þetta er ekki össur sem að finnur upp einhverja hulsu til þess að nota á njánum á okkur og auðgast af því, þetta er bara fókusin er það að vera nálægt stæðstu peningauppsprettunni sem er bara ríkissjóður og þeir bara safna þar halda stjórnmálafólkinu og stjórnsýslunni svona nærri sér þannig að þú ert bara að lýsa þessu, þetta er ólíkarkismi og þetta er að vera að eyðileggja okkar heimshluta. Já, veistu það, ég get verið sammálaður að mjög mörgu leyti og ég ætla að koma aftur á því og eftir en sko þú notar orðið eins og auðvald og hvað var hitt orðið sem þú notar yfir sko ríkisvaldið eða velferðarkerfið almannavaldið. Það er sem sagt það er lýðræði sko. Já, þú notar orðið sem sagt auðvald annars vegar og almannavald hins vegar. Það var hugmyndin að almannavaldi stýrði ríkisvaldinu. Ég er ekki að segja að ríkisvaldi sé almannavald. Þegar að almannavaldið að lýðræðisvettvangurinn er virkur og nær að stýra ríkisvaldinu þá getum við byggt samfélag. En þegar að auðvaldið nær tökum á því og ríkisvaldið nær völdum yfir ríkisvaldinu þá þjónar náttúrulega bara auðvaldinu. Já. Ég myndi kannski nota orð eins og einkaframtak í staðinn fyrir auðvald og ég myndi nota kannski orð eins og embættismannakerfi eða skrifstofuveldi eða eitthvað utan það sem þú kallar almannavald og út frá þessu... Þú setur að lýðræðisinn þannig að þú hlýtur að trúa almannavaldinu. Já, auðvitað hef ég það. En ég er líka á þeim stað og þar kannski það er gott að átta sig á því hvar við erum kannski ekki alveg á sömu blaðsíðuna. Ég hef svona áhyggjur af því að þetta skrifstofuveldi og þetta almannavald sem þú kallar og ég myndi kalla skrifstofuveldi fara að lifa sjálfstæðu lífi og soga til sín fjármagn og orku og fara að íþyngja bæði einkaframtakinu og þar með samfélaginu öllu. Þetta eru mínar áhyggjur. En ég vil segja síðan í framhald af því að það sem þú nefnir og það sem þú ert að lýsa er í rauninni ekki ósvipað þeim áhyggjum sem að ég hef að það sem er að gerast er að þetta tvennt, það er að segja ríkisvaldið annars vegar og síðan þetta sem þú kallar auðvald og ég myndi kalla Við getum ekki hafna auðvaldinu, ég meina það er gríðalegt vald til peningum. Sko. Já, en þetta tvennt. Og nefndi Davos sem að sko auðvaldir fer með stjórnmálafólki bara eins og strengjabúður. Já, það er alveg rétt. Þeir bjóða stjórnmálafólkin á sinn fund. Stjórnmálafólki sækist eftir því, það kemur og krækir sko þráðunum í öxlina á sig til þess að láta leika með sig. Já. Þannig í staðan fyrir að stjórnmálamennir, þessi menn fá óskeftir að komast á fund stjórnmálamanna til að kræki þá eru orðin svo sterkir að þeir eru farin að bjóða stjórnmálamönnum til Sviss á sinn fund. Þannig að þú getur ímyndaðir hvar valdið í rauninni þá liggur í slíkum heimi. Þannig að ef við leggjum til hliðar svona einhverja stimpla það hvað við köllum þetta, þá ert þú að lýsa stöðu sem ég hef líka áhyggjur af, sem er svo staða að reglusetningavaldið og hið pólitíska vald og embættismannakerfið sé gróið saman við peningavaldið og að þetta tvennt, þegar þetta gerist og þetta hefur gerst auðvitað oft áður í mannkynssögunni að þá er orðin til óvættur sem er í rauninni orðin háskalegur hinum almenna manni og ég segi við sjálfa mig og alla sem að vilja heyra það að lýðræðisflokkurinn er í rauninni anti-establishment flokkur og þeir hafa sagt, þetta hefur verið mikið til umræðu erlendis og það er frábær kollegi þinn svona þáttastjórnandi, heitir Neil Oliver kannastu við hann? Nei, ekki Skoti og flyttur svona ræður í fyrir fram að myndavél og hann segir
sko átakalína stjórnmálana í dag liggur ekkit endilega eftir línu sem við köllum hægri annars vegar og vinstri hins vegar. Heldur eftir því sem að við köllum ertu establishment flokkur, styðuru þessa samgróninga alla áfram. Ertu sáttur við það að embættismannaveldið og peningaveldið séu gróin svona saman, eða ertu fremur á þeirri línu að þú viljir berjast gegn þessu? Og við þekkjum þetta við það. Þetta gerist í Þýskalandi á 4. áratugnum að Hitler í raun og veru sem fulltrúi hins pólitíska valds tók hið peningalega vald og óluða við brjóst sitt. Og það sama gerðist í rauninni eftir rússnesku byltinguna, þar sem að Lenin og rauninni hans kollegar tóku peningalega valdið í faðm sér með þjóðnýtingu og það kallar ríkiskapitalismi af sósíalistum. Já, og þetta bara eftir sátu náttúrulega bara sat almenningur svona ekki bara pólitískt valdalaus, heldur með tíð og tíma efnahagslega valdalaus og kreppa, byltingar eða uppreisnir, ofbeldi sem að síðan, og veistu hvað við erum að horfa á hérna? Við erum að horfa á það sem ég kalla annars vegar óstjórn. Þetta birtist í tvennu. Þetta birtist þegar þetta komið á þetta stig sem við erum að tala um hér í þessum samgróningum. Þá birtist annars vegar í óstjórn í því að ríkisvaldið og peningavaldið láta í rauninni ákveðna málaflokka afskiptalausa. Það sem hefur gerst til dæmis og við sjáum þetta gerast í útlendingamálunum, í bara rosalegu innstreymi fólks. Við sjáum þetta gerast í óstjórn í fjármálum ríkisins. Við sjáum þetta með því að það fer rosalega orka og peningar í eitthvað sem heitir loftslagsmál. Þetta óstjórnin. Síðan birtist þetta líka í því að þetta sameinaða vald beiti sér af mikilli hörku, og þá getum við kallað ofstjórn, í því að setja reglur það hvernig við megum lifa. Hinn almenni borgari á að taka þessi lyf, má lesa og heyra þessi sjónamið, má kannski ferðast með því að nota þessi farartæki, má verður að gefa skýrslur þetta, hvað varðar sína hegðun. Það fylgst með öllu mögulegu, að mér sé að fylgst með tjáningu fólks í svo skuggalega ríkjandi, vaxandi mæli. Og þegar við erum komin á þennan stað, annars vegar það óstjórn og hins vegar ofstjórn, eins og við sáum í Þýskalandi eftir að nasistar náðu völdum og kommunistar náðu völdum í Rússlandi, að þá endar þetta með því að það er orðið til toxískt stjórnmála umhverfi og stjórnmála á landsvettvangi, að það enda með því að einhver segir, krakkar, við getum ekki búið þetta lengur. Það er fólk sem er rosalega reitt og fólk sem telur sig rosalega kúað, og það er þessum fylkingum að fara að ljósta saman. Það er bara eitt svar við þessu, og svarið er harðstjórn. Þannig að uppskriftin sem við erum að sjá verða til, og ég vona að þú sért sammála mér með að við viljum ekki að raungerist, það eru og ógnir harðstjórnar sem við sjáum í rauninni birtast á meginlandi Evrópu í sem sagt ýmsu því sem hvernig er talað í hálfu Evrópusambandsins, bæði hvað varðar tjáningafrelsi og hvað varðar orkunotkun og fleira. Og við sjáum þetta líka raungerast í svona ofboðslega hlaðinni púðutunnu sem er vestanhafs og gæti sprungið með alveg hræðilegum afleiðingum fyrir Bandaríkjamenn og allan heiminn í þeirra pólitíska umhverfi og svona rosalega spennuhlaðið. Og við sjáum þetta raungerast í Austur-Evrópu og sjáum þetta í Ísrael og víðar, þar sem það er að hlaðast upp að svona skelfileg innri spenna sem að annarkur springur, eða þá einhver segir það verður að kæfa þetta með ofríki. Og þú upplifir það að við séum eiginlega svona ögurstund og það sé núna er tími til aðgerða og líka hérna á Íslandi, ekki? Já, aðgerða, þá á ég náttúrulega við friðsamlegra aðgerða. Við verðum að breyta stefnu. Já, áður en að þetta leiðir okkur inn á mjög erfiðar brautir. Fólk segir við mig að það má ekki tala svona, það er svo mikil, einhver blaðakona sagði við mig daginn, það
svona þungi eða svona drungi því hvernig þú talar en heimsenda spámaður. Já, en ég meina ef við horfum bara á sko þróun, við sjáum að Evrópusambandið á sko efnahagslega mjög á fallanda fæti. Bara allar tölur, Draghi var beðinn að skila einhverju skýrslu og hann skilaði bara því af sér að það liti ekkert mjög vel út og hans svar var við þurfum meiri Evrópuvæðingu, við þurfum meiri samruna þegar all ljósin og kennileitin ætti að segja okkur að ástæðan fyrir því að þetta að þróast í þess átt að það verið að valdsvifta hinn almenna mann, það verið að taka lýðræði úr sambandi, það verið að kæfa rödd margra í þessu stóra umhverfi og til dæmis eins og myndi fara fyrir Íslendingum 400.000 manns tæplega ef að stefna okkur inn í 400 milljón manna samfélag þá getur menn ímynd sér hvað rödd okkar, hvernig hún myndi drukna þar og við sjáum það í Bandaríkjunum hvernig þið raunir búið að skera lýðræðið af rótinni og hvernig flokkarnir eru orðnir bara stofnanavættir og hvernig peningaöflin í rauninni hafa náð sérstaklega þetta augljóst í tilviki demokrataflokksins að meira segja sko Harris, það var ekki sko málinu var ekki hleypt á því nálagt þeim stað að það ætti að fara að kjósa eitthvað innan flokksins hver ætti að taka við af Biden. Þannig að við sjáum mjög svona háskalega þróun og í átt frá lýðræði og ég vil segja það að minn flokkur, þessi nýji flokkur myndi vilja beita sig mjög fyrir því að það verði oftar beitt hér því sem við getum kallað beinu lýðræði. Vegna þess að þegar Svandís Svavarsdóttir fann að tala það á fundi Vinstri grænna núna í gæri í dag að flokkurinn þurfa að fara að finna aftur grassótina sem hún augljóslega búin að tapa fyrir og týndi fyrir mörgum árum og Ögmundur sagði við mig fyrir mörgum árum að það búið að skera vafki af rótinni þannig að hann hvorki vinstri né grænn. Hann á bara að heita hreyfingi framboð. Sjálfstæðisflokkurinn verið skorinn að sinni rót að þá er rauninni eina svarið sem almenningur hefur beint lýðræði. Ég vil nefna eitt dæmi. Nú, ef þú flettir fjárlögum fyrir árið 2025, þá er gert ráð fyrir 7.000 milljörðum í vopnakaup. Þetta er íslenska ríkið. Og ef að Íslendingar hefðu haft vita á því að kjósa mig sem forseti, það hefðu ekki, þá hefði ég velt því alvarlega fyrir mér. Er þetta eitthvað sem ég sem forseti á að skrifa undir? Það er verið að hvetja forseta til að skrifa ekki undir þetta. Þetta er inn í fjárlögum, þannig að það er svolítið flókið og verið að hafna fjárlögum sem er svolítið þungur biti fyrir forseta. Vissulega. Það væri En þetta er alvarlegt mál. Ég meina pælt í því, það sagði við mig kunnugum maður þessum málum að 300 milljónir duga fyrir 2 flugskeytum. Og þetta eru rakettur sem skotuð á loft kannski með 2 sekúndna millibili. 300 milljónir og bara þeir halda æfingar, það eru alltaf að vera að halda einhverja NATO-æfingar hérna á Íslandi og þá er verið að eyða bara á sko 1 mínútu mörg 100 milljónum í að skjóta upp svona raketum. Herðu, gagnrýni þín á svona yfirtöku, það sem ég vil kalla auðvaldið, á svona stjórnsýslunni, stjórnmálaflokkunum og svona fær ekki góða hljómgrunnin í sjálfstæðarflokknum en það er sjálfstæðarflokkurinn bara miðjan í öllu þessu, þannig það er kolkrabbinn, hann á heima þarna og kolkrabbi er náttúrulega bara nafn á vanhelgu tengslum viðskipta og stjórnmála. En miðflokkurinn, stundum lætur miðflokkurinn eins og hann sé svona hinn hreina sál sjálfstæðarflokksins, að hann sé eiginlega gagnrýna sjálfstæðarflokkinn fyrir það að hafa brugðist sinni stefnu og þeir séu eiginlega hreinni í, það ekki fram í ríkisfjármálum og svona ýmislega svona gagnrýni þeirra frá hægri og Sigmundur hefur meðal annars sagt sem svo að það sé gott fyrir sjálfstæðarflokkinn að hafa miðflokkinn til þess að minna á hvað er ætti að vera. Ég er bara velta verið með hver er staða miðflokksins af þessu sem þú ert að lýsa, þessari svona heimsmynd sem þú ert að lýsa. Er miðflokkurinn þá bara kannski eitthvað svona útgáfa á sjálfstæðarflokknum þarna inni í kerfinu eða er miðflokkurinn flokkur sem væri líklegri til þess að taka einhverja beygju í landsstjórninni? Að breyta stefnu? Já, ég vil hafa trú á fólki, ég vil trúa því
að sá dagur komi að sjálfstæðisflokkurinn finni aftur fjöluna sína, finni merkið sem hann á að hafa á lofti en hefur lagt niður. Ég held að Miðflokkurinn geti verið gagnlegur í því tilliti að minna á mögulega eitthvað í þessu samhengi. Í viðræðum mínum, löngum viðræðum mínum við þess að ágætum enn í Miðflokknum kom í ljós, eins og ég sagt, að þeir vilja vera Miðflokkur. Þeir vilja í rauninni ekki skilgreina sig sem hægri flokk. Ég hef sagt, við þurfum borgar... Þeir eru augljóslega hægri flokkur. Já, þeir vilja ekki skrifa undir það og það ýmislegt sem að þeir vilja ekki ávarpa í pólitíkinni, sem að ég væri tilbúin að ávarpa. Og kannski af því að við erum ekki kerfisflokkur, við erum ekki á ríkisjötunni og viljum ekki vera það. Við viljum helst hafna ríkispeningum, komumst við til áhrifa í íslensku stjórnmálum. Það er erfitt fyrir flokk sem að á spenanum að fara að tala gegn kerfinu, ég átta mig á því. Við viljum í lýðræðisflokknum, við viljum ráðast í meiri háttar aðhald og niðurskurð hjá ríkinu. Við viljum nota... Hvað viljum við brjóta niður velferðarkerfið? Nei, við áttum okkur á því auðvitað það er kannski auðvitað mikilvægt að halda upp einhvers konar stofnunum sem að halda utan á þá sem veikast standa en vandinn eins og við sjáum þetta er að þessar stofnunum hafa bólnað svo út og það fór allt úr reipunum hérna í COVID-inu. Þá eins og öllu aðhaldi hafi verið sleppt, allt er ekki með halla, stofnanirnar þenjast út, það er ráðið endalaust mikið af fólki, stofnanirnar farnar að reka hér alls konar einhverja furðulegar auglýsingaherferðir, íslenskar ríkisstofnanir eyða mörgum tugum milljóna í sjónvarpsauglýsingar til hvers, þetta er óskiljanlegt. Litlar ríkisstofnanir koma með almannatengla á launaskrá í þeim eina tilgangi virðist vera að minna á sig okkar fjárveitingavaldinu. Allt þetta verður bara að fara í og skera niður og ég geti búið til og við erum að búa til lista bara við stofnanir sem að við teljum að eigi í rauninu bara að skera niður og jafnvel bara að loka. Ég vil nefna hér Ríkisútvarpið, ég hef nefnt það. Ég vil nefna sennilega gagnslausustu ríkisstofnun sem til sem er fjölmiðlanefnd. Ég vil að það sé komið böndum á þetta og ég treysti mig til að tala um þetta út frá klassískri frjálshyggju og ég vil að sá niðurskurður sem að verði hægt að leiða þannig inn í kerfið, honum verði í rauninni bara beint aftur í formi skattalækkan og við erum að tala um alvöru skattalækkanir, 20% skattalækkanir í heilbrigðiskerfi og menntakerfi og innviða skuldina sem kölluð það sem hefur verið að svelta grunnkerfin sem er kannski samkomulagi í samfélaginu að halda gangandi. Það er fullkomið samkomulagi í samfélaginu að hafa hér sterkt heilbrigðiskerfi en stjórnvöld hafa bara ekki sinnt því og sveltað og ég hef hvað það gerir því? Þetta eru margir 100 milljarða sem er eiginlega skuld sem var ekki veitt inn í þessi kerfi til þess að geta veitt hinnum allra ríkustu skattaafslátt. Já, ég segi bara, í mínum huga er þetta ekkert flókið. Ríkið á að sinna ákveðnum grunnþáttum, þá að sjá halda upp í friði, þá að verja frelsi fólksins, þetta er grunnþættirnir. Síðan getum við mögulega verið sammála það að ríkið eigi að sinna öðrum hlutverkum svo sem vegakerfi, heilbrigðiskerfi og menntamál. Þú ert ekki alveg viss um það? Ég er ekki til dæmis viss um að ríkið... Þú ert bara að hafa löggun og herinn og... Já, ég vil hafa... Bara næturvarða ríkið. Já, ég segi, grundvallaþættirnir er friður og verja frelsi. Þetta er aðalatrið. Að ríkinu hefur ekki gengið vel að sinna menntakerfinu. Það er bara, þetta kerfi er gjaldþrota. Þú menntaði þig? Já, ég reyndar var svo heppinn að ég var menntaður mikið í eldhúsinu heima hjá mér og ég var í erlendum skólum sem unglingur og ungum maður. Það hefur nýst mér en ég vil segja að bara kerfi sem að getur til dæmis ekki kennt almennilega ungum drengjum að lesa er bara gjaldþrota og komið okkur endastöðu. Þú lærði að lesa í eldhúsinu heima þér? Ég lærði að lesa í eldhúsinu heima hjá mér, já. En það er kannski vandamálið frekar en skólakerfið. Eldhúsinu okkar er ekki nógu góð. Ég get tekið undir það. En svo vil ég segja, í framhaldi af þessu, að ríkið fara að vasast í alls konar hlutum sem það á ekki að vera að vasast í. Það er að eyða peningum í einhverja hluti sem það á ekki að vera að eyða peningum í. Og við veitum þessi ekkert um það hvert allar þessar milljónir sem eru að fara í loftslagssjóð í útlöndum, hver það endar. Að það sé verið að eyða 1000 milljóna í vopnakaup er eitthvað sem ríkið á ekki að vera að gera, hefur ekki umboð til. Og ég vil að ríkið hætti þessu og einbeiti sér þessi stað því sem það á að gera og getur gert sæmilega vel. Og
í mínum huga mikið svigrúm til þess að bæta og breyta og koma til móts við þessa aðila sem þú nefndir, lítil fyrirtæki, vinnandi fólk í landinu og þá sem að verst standa. En þú vilt lækka skattana hjá lágtekjufólkinu? Já, og ég vil lækka skattana hjá þessum litlu fyrirtæki sem að berjast hérna í bökkum. Ákveð þar virðisaukaskattur á Íslandi vera 24-5% þegar hann getur verið, einhvers staðar nær 10% annars staðar. Það ekki næsta nágrein okkar. Ég meina, ég held að Íslendingar gerir þá kröfu ríkisvaldið og svona samfélagi sem við búum í, velferðaríki sem við búum í, miði við til dæmis löndin í Skandinavíu. Og þar náttúrulega skattheimtan hærri fyrir okkur. Við erum með stjórnvöld sem hafa kosið það að innheimta minni skatta af auðugustu fjármagnseigundunum og stærstu eigundum stærstu fyrirtækina. Við erum með lægri innheimtu á sköttum hjá þeim heldur en í öðrum og það fyrst og fremst okkar velferðarkerfi, það velferðarkerfi hinna ríku. En almenningur alltaf að miða við hvernig fólk hefur það í næstu löndum og vill hafa það bara svipað. Akkurat leigjandi hér ekki hafa sambærilegt réttarkerfi og leigjendur í Danmörku og Noregi og Svíþjóð og akkurat við ekki hafa svona sambærilegt húsnæðiskostnað þar og akkurat ekki vera sambærilegt heilbrigðisöryggi ef að ég veikist og annað slíkt eins og bara í næstu nágrannlöndum. En þá segum við viljum ekki hafa alveg svona gott vegna þess að við þurfum að gefa Þorsteini Má aðeins betri skattaafslátt. En svo náttúrulega á móti mætti spyrja, er fólkið sem að vinnur hjá þessu velferðarkerfi, það endilega betur til þess fallið að ráðstafa okkar peningum heldur við sjálfur? Þeir betri í því að finna að vita hvað okkur fyrir bestu? Eða það annar möguleiki að lækka þessa skatta til samneyslunar og treysta fólki til að ráðstafa sínu fé sjálft? Það væri frekar mín leið. Að bara láta fólk frá ávísun til þess að ráðstafa í heilbrigðiskaup? Já, bara lækka skattana til þessara samneyslu, til þessa kerfis sem að fara svo svífurlega illa með peningana. Ég kalla það glæp gegn fólki þegar það fara að kaupa vopn til að nota í útlöndum. Að segja bara fólk, við ætlum að skera niður í öllu þessu kerfi og við ætlum að treysta ykkur til að ráðstafa ykkur eigið sjálfsafla fé eins og ykkur hendar. Það getur vel verið að þið ætla að eiga þig. Heilbrigðisþjónusta og menntaþjónusta bara á markaði? Nei, ekkit endilega. Ég segi bara, fókuserum á þá, ef við ætlum að gera samning það, við viljum verja sem mestu til heilbrigðisþjónustu og vonandi í það að bæta menntakerfið, þá setjum við peningana í það, en skerum niður eins mikið og hægt til annara ónauðsynlegra þátta sem að leka út úr ríkiskassanum á alla kanta. Það ekki? Jú, ég meina það bara sjálfsagt að fara yfir ríkisreksturinn bara eins og gert bara allstaðar. Ég meina þetta raunverulega kannski bara að vera 5% ríkisreksturinn til endurskoðunar á hverju ári. Þú veist, þurfum við að hafa þetta svona og í íslenska ríki að þú vilt bera þetta sama við erlend ríki, getur það hugsast að við séum með einhverjum móti með óskilvirkara kerfi, óhagkvæmara, að sé að fara peningar í furðulega hlut á Íslandi pæli, þú nefnir Norðurlandi, þeir eru að kaupa þotur, herþotur. Þeir eru sannarlega að kaupa rándýr vopn sem við erum ekki að gera. Hvað skýrir það að við séum á pari við þessi norrænu ríki hvað var að skattheimtu en við fáum lélegri þjónustu? Hvert eru peningarnir að fara? Já, það sjálfsagt að skoða það. En það bara oft þessi gagnrýni notuð til þess að brjóta niður velferðarríkið sem náttúrulega grundvallaratriði fyrir þá sem eru á miðlungstekjum og þar fyrir neðan að geta lifað sómasamlegu lífi að hafa svona hinn ríki, hann getur bara keypt sér heilbrigðisþjónustu ef hann vantar, hann getur keypt menntun handa börnunum sínum ef hann vantar og hann bara vara auður en veran en það á ekki við venjulegt fólk og þess vegna ákvað fólk í okkar heimshluta að byggja hér upp velferðarkerfið og það var bara sátt það. En eins og bent hefur verið á og Tómas Sóel hefur nú bent á að það ekki með góðum móti hægt að hafa velferðarkerfi starfandi sem á að þjóna þá íbúðu landsins en vera á sama tíma með opnar flóðgáttir og taka við fólki alls staðar á heiminn. Það bara ekki hægt að reka velferðarkerfi nema að fá fólk hér annars staðar frá til þess að sinna því. Við erum bara í þeirri stöðu við verðum ekki með leikskóla hérna, það verður ekki þrifnir grunnskólanir okkar, við verðum ekki með heilbrigðiskerfi, við verðum alveg örugglega ekki með öldrunarþjónustu ef ekki hefði hingað komið mikill straumur erlends fólks.
Þetta alveg rétt, já. Þeir eru að vinna, þetta fólk er að vinna á leikskólunum og allstaðar. Já, þannig það eiginlega öfugt. Þú getur ekki rekið velferðarkerfi nema að hafa opið landamæri. Já, sko, nei. Hagfræðikenningarnar eru nú ekki að mæla í þessa átt, hvorki, og Kristrún Frostadóttir eru ekki sammálaðir með þetta. Nei, ég bara þakka fyrir það. Þetta er bara eins og Reku tryggingafélag, Gunnar Smári, að sko, þú heimtir iðgjöld af þeim sem eru viðskiptavinir og daginn sem þú ætlar hins vegar að fara að borga út bætur til þeirra sem að hafa ekki greitt iðgjöldin, þá ertu komin inn á braut sem leikur lóðbeint í gjaldþrot. Sá sem kemur hingað og fer að vinna, segjum bara, ræstingakona er á Grand Hotel. Veistu, hún borgar bara frá fyrsta degi borgar hún útvarpsgjald. Vissulega. Hún skilur ekki orða því sem að segja í þessu útvarpi. Hún borgar útsvar öfugt við mannin sem á Grand Hotel sem borgar ekki neitt af því hann er með alla sína tekjur í fjármagnstekjum, borgar ekki til samfélagsins. Hún borgar á fyrsta degi, hún borgar skatt og ef hún veikist, akkur ættum við ekki að veita henni þjónustu. Og þetta er margbúið að rekna þetta að það sem að innflytjendur borga inn í kerfið er miklu meira heldur að taka það út. Að sumilegt er það vegna þess að þau eru á betri aldri, það er ekki margir aldraðir þarna, það er ekki mikið af börnum, þannig að þau eru á miðjum aldri þar sem þú ert að borga mikið inn í kerfið en ertu að taka lítið út úr því, sérstaklega þú átt ekki börn. Ragnar Örnundarsson hefur verið að fjalla þetta og mér sýnist að hans niðurstaða sé svo að þegar, segjum að hinga komi einstaklingur 45 ára, bara svona miðum aldri, starfi hér þá í þessi 25 ár sem að full starfsæfi, hættir 70 en er ekki komið full lífeyrisréttindi og þá þarf að bæta það upp með ýmsu öðru móti af almannatryggingakerfinu. Og Ragnar sýnist mér vera þeirra skoðunar að þetta sé ósjálfbært með öllu og muni leiða til þess að þetta velferðarkerfi okkar muni ekki standa undir sjálfu sér þegar að framlíða stundir. Það er við erum með uppsöfnunarkerfi, það sem að dæmi lítur svona út. Í öllum löndum í kringum okkur er gegnumstreymiskerfi. Og þá er þið bara lítið svo á að þegar þessi 45 ára maður, innflytjendur koma reynda flesti svona 30, það er langflesti sem eru þar, það eru til dæmis fáir sem koma svona seinta á starfsæfinni, þannig að heilt yfir er þetta ekki þetta vandamál. En í löndunum í kringum okkur er lítið svo á að þegar þessi maður er orðin 70, að þá er einhver annar 45 ára mættur á svæðið sem að mun borga eftirlaunins og þannig gengur þetta koll eftir koll. Og það er bara gegnumstreymiskerfi sem allar þjóðir í kringum okkur hafa bara sætt sig við og lifa ágætlega við, hafa stundum áhyggjur af öldrun þjóðarinnar og þess vegna þurfa að fá svona innspýtingu vegna þess að fæðingartíðin hefur fallið. Þess að þetta er ekki spennandi samfélag sem að nýfrásögin hefur búið til. Það er allt og þegar búið að brjóta niður velferðarkerfinu þá horfir ungt fólk fram á það að það að eignast barn er bara orðið svo mikil bara fjárhagslega áhætta að eignast barn. Að því að við erum búin að eyðileggja þessa dreifingu milli kynslóðana þannig að við erum hætt að styðja barnafjölskyldunar eins og við gerðum með barnabótum og vaxtabótum og húsnæðisbótum með því að veita þeim aðgang að ódýrum námslánum til þess að þau getur menntað sig. Þau koma skuldu út úr skólanum og eru uggandi framtíðina, eru á jaðri vinnumarkaðar og húsnæðismarkaðar, föst inn í einhverju leigum og við erum að sjá fall í fæðingartíðinni. Lausnin á þessu, ef við horfum til sögunar, er að hafa ennþá meira streymi á milli kynslóða þannig að þú ert á besta aldri, börnin eru svona við það að bara fara að heiman, þannig að þú ert með litla framfærslubyrði á hátindi starfsæviðinnar, þú ert bara að borga háa skatta sem að hluta til færu að styðja Arnar Þór 20 og 25 ára við að koma sér upp fjölskyldu og húsnæði og öðru slíku. En það er verið að brjóta þetta og niðurstaðan í því verður það að fæðingartíðinni fellur. Það er ekki vegna þess að útlendingarnir eru að taka matinn á diskum okkar. Já, sko, ég skil alveg hvað þú fara. Ég myndi hins vegar að segja að sko velferðarkerfið sem hefur verið byggt upp geti mögulega verið að brjóta sér sjálft niður með því að verða of þungt, of dýrt og þar geti líka þrifist alls konar vinavæðing. Það verið til dæmis fróðlegt að skoða bara heilbrigðiskerfi, hvaða vinavæðing er í gangi þar varðandi bara innkaup og annað slíkt inn í kerfið. Það er eitt. Númer 2, að því hún nefnir sko gegnumstreymiskerfið, að það er mjög áhugavert að fylgjast með umræðu beggja vegna Atlantsála núna, því að það er rétt sem þú segir að Evrópuþjóðirnar hafa byggt sína framfærslu núna og sitt módel svolítið á gegnumstreymiskerfi
og hleypt þá inn alveg geysilega mörgum innflytjendum. En núna það að gerst í Þýskalandi, að mér sýnist að Þjóðverjar segja að við ætlum að loka landamærunum okkar. Við viljum hérna ná stjórn á þessu. Alternativ for Deutschland sem segir það? Nei, býtu, var ekki frétt það að þeir ætla að taka sig út úr Schengen-svæði. Já, það komið innra eftirlit inn í allri Evrópu. Þannig að það núna krafa Þýskalandi og mörgum löndum Evrópu. Það er ekki krafa að loka landamærun. Það er landamæra eftirlit. Að vita hverju kom inn og hverju fór. Nákvæmlega. Þannig að opingáttar stefna sem við höfum aðhylst hér á Íslandi sem pínlítið samfélag og tiltölulega viðkvæmt fyrir öllu innstreymi í formi glæpamanna sem hafa skotið hér rótum og náð að fara að starfa. 10-12 glæpahópar erlendir talið. Að auðvitað eðlilegt að menn hafi eftirlit með hlutunum. Og mér sýnist líka í Bandaríkjunum sem að líka hafa byggt sitt módel, hagfræðimódel á innflutningi, að það bara allt í einu orðið mainstream umræða í Bandaríkjunum. Það að skrúa fyrir þetta innstreymi. Vegna þess að það nefnilega, þú ert nú í sósíalistaflokknum og ég veit að þú leggur mikla áherslu á allt sem heitir peningar. Það nú svolítið skrítið og ég reyna að skilja sósíalismar að því leyti. Það ofsaleg áhersla og svona fókus á allt sem heitir peninga. Nei, við séum brauð og rósir til þess að benda á það. Þetta snýst ekki bara um peninga, þetta snýst þetta lífsgæði almennt, frelsi mannsins, til þess að blómstra í sínu lífi og njóta góðs lífs. Já, en það hefur nú kannski ekki verið saga sósíalismans með gott líf og rósir. Þetta hefur nú verið bara... Saga sósíalismans frá sjónarhóttni hægrisins, hvert fólk til þess að taka það með fullu varað. En það er svo bara áhugavert að skoða þessa umræðu, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum, að núna menn farnir að tala um eitthvað sem heitir bara menningu, öryggi, tungumál, samstöðu og eitthvað svona. Og að þetta innstreymi með ekki vera svona hratt, það með ekki vera svona stjórnlaust því að við verðum að hlúa að okkar fólki og það það sem að stjórnmálin væntanlega ganga út frá þegar einn félagi minn var svo reiður við mig þegar ég var að mótmæla orkupakkanum einu árið og ég segi við hann viltu þá senda orkun alla til Evrópu? Hann segi bara já. Ok, ég sagði við hann prófa að búa til stjórnmálflokk og bjóða það, setja það loforð að selja íslensku orku til Evrópu þannig að allir Evrópumenn eigi aðganga kerfum. Sjá hvernig það gengur í lýðræðislegum kosningum. Kosningar á Íslandi ganga út á það að verja hagsmuni þeirra sem hér búa og borga skatta, hlúa velferðarkerfinu og búa í haginn fyrir börnun okkar. En ekki einhverju svona... að fólk geti flust hingað og tekið þátt með okkur í að byggja samfélag. En viltu hafa þetta, hvað sérðu fyrir þér? Viltu hafa 50.000 manns á ári, eða meira 100.000 manns á ári, hvað sérðu fyrir þér? Það eru til dæmis að fá þessi koma hingað, það var sjálfstæðisflokkurinn bauð hingað sérstaklega fólki frá Venezuela og svo ríkisstjórnin og alþingi fólki frá Úkraínu og það eiginlega það sem að jók hælisleitendur Íslandi. Það svona almennur straumur hælisleitendur Íslands bara svo lítill að það valland tekur því að tala hann sko. En ekki samt verið að segja, var ekki fréttunum daginn að það svo eins og stjórnmálaflokkar tali þannig eins og þetta er stæðsta vandamálið, þannig að þeir vilja beina sjónu fólks að því, ekki á hnignun menntakerfisins, heilbrigðiskerfisins, vegakerfisins og niðurgrotningu innviða, ekki á óréttlæti skattkerfisins, þar sem að hinn fátækur að borga háa skatta og meðan hinn ríkur að borga lága skatta. Þau vilja beina athyglinni að því og benda okkur á það eitthvað umkomulaust fólk sem hinga leitar ásjár að það sé vandamálið. Það vilja hvetja okkur til þess að brjóta brúna yfir ána til þess að hinga komi ekki fátækt fólk. Já, og reynsla okkar af innflytjendum á Íslandi er mjög góð. Ég veit ekki hvort að reynsla innflytjenda af Íslandi sé eins góð. Það hefur komið fram í þessi könnun á OECD að það eru færri sem að tala íslensku hér af innflytjendum heldur en þjóðtungu nokkurs annars lands annars þar. Og það bendir til þess að Íslendingar hafa ekki sinnt því að aðstoða fólk við að læra íslensku. En þeir eru alltaf að gera kröfur að þeir sem hinga komi að aðlaga sig að þeir eru einhvern veginn að bara verða eins og við á þess að þeir fái nokkur stuðning til þess. Við tökum skattana af fólkinu, við tökum útsvarið af fólkinu og veitum þau sáralitla þjónustu á móti. Þannig við ættum kannski að skoða það. Já, það sjálfsagt að skoða þetta allt, en var ekki einhverju fréttum daginn að vera að segja að næstu 2 árum farið 30 og eitthvað milljarðar í þennan málaflokk, hælisleitandi. Ég bara rannsaka hvernig sjálfstæðisflokkurinn fyrsta lagi að fara að rannsaka eitt. Hann byrjaði á að segja að verið 15 milljarðar sem fer í þetta.
svo sagði hann 20, svo sagði hann 25 og ég minnum daginn hafi sagt 36 milljarðar. Inn í þessari tölu myndi ég halda það að þeir meinuðu fólki frá Venesúela að vinna og svo eru þeir að flytja það út með einhverju lögreglufylgd og öðru slíku. Þannig að umfangið í kringum þetta, vegna þess að við sjáum að umsóknir hælisleitendur eru, ég held að þessi komið 56% samdráttur frá því í fyrra. Já, en þetta samt háar töl. Já, býtu, samt eru þau að segja okkur, kostnaðurinn tvöfaldaðist. Hvernig má það vera? Ef það koma helmingi færringað, af hverju þá tvöfaldur kostnaður? Þau eru aldrei spurðað þessu. Já, það allavega ekki blöðum það að fletta. Þetta að kosta íslenska ríkissjóð. Hvað að kosta? Himinháar fjárhæðir. Það læknisþjónusta, húsnæði og alls konar bara uppihald ef að svo væri, þetta væri uppihald Arnar Þór, ef þetta væri uppihald að þá myndi upphæðin lækka helming þegar umsækjendum fækkar helming. Þannig það eitthvað annað í þessu því að kostnaðurinn tvöfaldast á sama tíma og umsóknum hæli það helmingast. Já, ég meina það eitthvað stjórnlaus óstjórn þarna hjá Sjálfstæðisflokknum. Já, ég veit ekki hver ber ábyrgð á þessu en bara margir lögreglumenn að fylgja fólki úr landi komaði á flugvelli í útlöndum á grundvelli Dyflinnar reglugerðarinnar og viðkomandi síðan bara komin í næstu flugvél aftur til Íslands. Þetta náttúrulega ímyndaður kostnaði, dagpenningana, flugmiðana og allt það. Að þá sæjum við aukningu í umsóknum hæli, en það ekki. Já, við höfum nú samt sem áður verið með að fá inn alveg geysilegan fjölda fólk sem að biður hér hæli og við buðum fólki frá Venesúela og Úkraínu. Já, það reyndar ein myndbirting embættismanna væðingar stjórnkerfisins þar sem einhver úrskurðarnefnd allt í einu tekur ákvörðun þetta. Það var Útlendingastofnun sem ákvað þetta fyrst. Svo þegar Útlendingastofnun breytt stefnu, að þá kom úrskurðarnefndin og sagði nei, þið megi ekki breyta stefnu nema þess ykkur að breyta forsendur. Já, en sjáðu, þannig þetta var pólitísk ákvörðun Sjálfstæðisflokksins að bjóða hér fólki frá Venesúela og þetta gerði því tíð stuttum dómsmálaráðherra tíð Þórdísar Kolbrúnar. Ég veit embættismenn sem að taka þessar ákvarðanir. Getum við kennt samt stjórnmálamönnunum Nei, Útlendingastofnun tekur ekki svona drastíska ákvörðun í fyrsta skipti í sögunni að bjóða fólki frá einhverju ríki í Suður Ameríku að koma hinga og fá 4 ára vernd. Það gerist ekki nema með blessun og samþykki ráðherrans og við vitum á þessum tíma var Þórdís Kolbrún og Guðlaugur Þór í einhverju geimi með Pompeo og Trump-stjórninni ætluðu einhvern veginn að vera með valdaskipti í Venesúela og þetta bara pólitískt rugl. Já, það kann að vera. Og kostaði okkur þessi ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar að hleypa sig gegn, ætlum við ekki að byrja að kosta okkur kannski 70 milljarða. Já, einmitt. Og en bara, staðreyndin þessi að flestir sem koma til Íslands hafa lent einhvers staðar áður á þeirri leið og þau ríki rauninni skuldbundin til að veita þeim þá vernd hugsanlega sem þau eiga rétt á. Þannig að Íslendingar þurfa í rauninni ekki að taka þátt í þessu kerfi. Við erum eiga norður í hafi, fullvalda, við eigum til dæmis eins og í tilviki þess að blessaða drengs, Jassan daginn, bara eigum við að geta snúið fólki við þar sem hann hefði geta fengið betri þjónustu á Spáni. Finnst þér ekki að við eigum að taka á móti fólki sem það er þjóðamorð á Gaza? Já. Alveg svo var þjóðamorði í Þýskalandi Þriðja ríkisins. Finnst, og við í Íslendingar tókum ekki á móti gyðingum, vísuðum frá á hafnarbakkanum. Finnst þér að við eigum ekki að taka á móti flóttafólki frá Palestínu? Jú, mér finnst sjálfsagt að við gerum það. Við verðum hins vegar að gera þetta bara á grundvelli reglna sem í gildi og það var til dæmis ekki gert í tilviki hans. Þetta sýndi aftur einhvers konar óstjórn í þessu málaflokki, hvernig fólk bugaðist undan pólitískum þrýstingi og þetta vekur í rauninni satt segja hjá mörgum varðandi það hvað framtíðin kann að bera í skauti sér þegar að við erum með fólk í þessum störfum sem er ákvarðanafælið og virðir í rauninni ekki þær reglur sem það sjálft á að vera að vinna eftir. Pældi, við erum með í rauninni ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem að fleiri en tveir hafa voruð uppvísir að því að brjóta gegn
reglum sem þeim ætlað að vinna eftir. Þeir eru raunir framkvæmdavaldshafar og eiga að framkvæma lögin að gera það ekki. Svandís braut náttúrulega svo gróflega af sér gagnvart Hval að það verður náttúrulega meiri háttar skaðabótamál og mun kosta ríkið, vil ekki hugsa það til enda hvað það mun kosta. Þannig að það er sérstakt að við leifum þess að gerast. Ég var með samlíkingum daginn að þetta væri leikmenn í íslenska landsliðinu. Í hvers skipti sem lendi undir pressu, þessi ráðherrar, þá færu þeir að fá sér bara rauðspjöld eða gul. Og undir velnum kringumstæðum verður þessu fólki skipt út af, en það bara heimtar að fá að vera áfram. Herðu, hægrið er svolítið splundrað. Segjum bara, akkur er Bergþór Ólason, þú, Jón Gunnarsson, Eyjólfur Ármannsson í flokki fólksins. Akkur er þið ekki í sama flokki? Sko, er þið ekki bara meira og minna sammála flest? Ég held að ef við sætum með svona borð gætum við örugglega verið það. Hitt er annað mál að það getur verið blæbrigða munur á því sem við viljum segja og það getur líka verið eins og í viðræðum mínum við miðflokkin og innan sjálfstæðisflokksins að sumt einhvern veginn sé þannig vaxið að menn telja að það megi ekki ávarpa. Það eru heilagar kýr inn í kerfinu og stundum þarf bara nýjar og ferskar raddir til að stinga á þeim kýlum sem að fyrir eru. Þannig að endurnýjun í mínum huga er ekki af því vonda. Það hefur orðið endurnýjun í íslenska flokkakerfinu frá því að bara í rauninni sögur hófust. Einhver sagði við mig daginn að á 8 ára fresti hafa 2 flokkar dottið út að meðaltali. Það kann að vera að loksins renn upp svo tími að til dæmis Framsóknarflokkurinn og hugsanlega Sjálfstæðisflokkurinn sjái það að þeirra tími er að verða útrunnið því að þeir ekki erindi lengur. Þeir eru bara kannski farin að þjóna sínum flokks eigendum. Og þá er ekkit óeðlilegt þó að það verði endurnýjun, ég meina þetta er ekki trúfélög, er það? Og menn geti þá sameinast í nýju félagi. Ef þú værir með fótboltadeild, því ég veit þú eru áhuga á fótbolta. Og það var alltaf bara sömu 4 liðin að keppa, eins og voru örugglega fyrstu árum í íslensku deildinni, KR, Fram og Valur og IA kannski. Að þetta er ekkit skemmtilegt til lengdar. Hvað er að því að það komi inn nýji búningar, nýtt fólk, nýjar raddir, nýjar áslur, ný leikkerfi. Ég er með nýtt leikkerfi. Ég vil spila á hægri vangnum. Ég vil ráðast að vörnum þessa gamla trénaða kerfis með nýjum leikaðferðum og ég vil bara eiga rétt til þess að fólk sé að pína mig til þess að vera í einhverjum trénuðum flokkum sem að hlusta ekki lengur á grassrótina. Það sem að grassrótin er í rauninni týnd og þau viðurkenna. Svandi segir, við erum að finna grassrótin aftur. Ég er með grassróta fólk með mér. Fólk sem hefur hugsjónir, fólk sem vil leggja sig fram, fólk sem vil gefa vinnuna sína, fólk sem vil bæta íslenskt samfélag, bæta hag þeirra líka sem eru verst staddir með því að rétta fólki hjálparhönd og koma þeim á lappir, ekki með því að gera það að sem sagt ölmusu fólki. Ef að VG sprengir ríkisstjórnina helgina og það verður boðað til kosninga, ertu tilbúin? Já, ég held ég geti verið það og við getum verið það. Við erum komið það langt á leið að ég held að við getum verið það, já. Hörru, Arnar Þór, gaman alltaf að tala við þig og teksta svolítið í þér. Kæra þakkir og gangi vel. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.